Kjörið sér undir, þú þarft að veðja hvort kemur á undan, alþingiskosningar eða landsfundur Sjálfstæðisflokksins. Vandamáli við kerfið okkar síðustu ár hefur verið einmitt þetta, Tóti, að við höfum ekki verið að aðstoða fólk sem í raunverulegri neyð. Og ég þarf bara að standa mig vel. Ef ég geri það ekki, ef að mér tekst ekki núna að auka flokknum fylgi, að þá mun ég ekki hanga hér í þessu embætti eins og hundur og roði. Það tala allir um það og taka allir eftir því að það fer minna fyrir formanni Flokks fólksins en áður. Í þessu þéttu samtölum þessara kvenna þá sé nú kannski búið að vængstýfa aðeins formann flokksins. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og það sem að þú varst að hlusta á núna, ef að þú ert að hlusta á þetta á henni hefðbundum veitu, var nýtt intro hlaðvarpsins sem ég hef reyndar ætlað að breyta í svolítinn tíma. Mér búið að mislíka svolítið stefið í einhver tíma en ég hef einhvern veginn ekki fundið rétta stefið en mér líkar mjög vel við þetta stef. En ég með tvö stef sem ég á eftir að gera upp við mig hvort ég vel. Þið voru að hlusta á það stef þar sem að Christopher Hitchens með smá inngang sem að mér finnst persónulega flottara en það einhverjum sem að finnst stefið án Christopher Hitchens flottara og ég ætla að, ef þið eru að hlusta á þetta þá með endilega láta mig vita hvort ykkur finnst flottara því að ég get ekki alveg gert það upp við sjálfa mig. En ástæðan fyrir þessum formála að það breytt fyrirkomulag þar sem að nú fá áskrifendur ekki bara þáttinn 5 dögum fyrr heldur en aðrir, heldur núna líka án auglýsinga en þeir sem eru ekki áskrifendur munu koma til með að hlusta á auglýsingar sem eru samt líka algjörlega frábærar. Ég breyti náttúrulega fyrirkomulaginu fyrir ekki svo löngu þar sem ég breyti þannig að ég var ekki að skerða aðgengi fólks að þættinum, heldur var ég að byggja þetta á því að þátturinn kæmi fyrr út fyrir áskrifendur og síðar fyrir þá sem eru ekki áskrifendur en ég tel að núna þegar við erum í það breyttum heimi það að verða rosalega áhugaverðar breytingar bæði í heimsmálunum og náttúrulega í stjórnmálunum á Íslandi svo maður segi ekki meira það en já, sem sagt gulrótin verður líka þá svo að hlustendur eða áskrifendur hlaðvarpsins munuð ekki þurfa að hlusta á auglýsingar þannig ef að þér mislíkar að hlusta á auglýsingar og brjóta upp þáttinn þannig að þá máttu endilega fara á partus.is/ein pæling og tryggja þér áskrift á 990 krónur. Það ekkert í dag í þessu verðbólgu umhverfi sem að kostar 990 krónur þannig að ef að þú vilt hlusta þáttinn á undan öðrum og vera með á nótunum að þá gerir það þannig og þá ertu náttúrulega eins og ég segi líka að hlusta á hann án auglýsinga en það ekki bara það sem að fylgir áskriftinni heldur núna hef ég ákveðið að pæling dagsins verði líka undir þennan hatt eða farið sér undir þennan hatt og ég mun fyrir ykkur sem eru áskrifendur setja hlaðvarpið inn á sömu veitu og þá þið með þetta allt á sama stað. Ég var með þetta svona, já ég vissi ekki alveg hvernig ég ætlaði að hreyfa mig í þessu, ég talaði við nokkra áskrifendur og spurði hvernig fyrirkomulagið væri best og þeir eru diggir hlustendur á bæði Ein pæling og pælingu dagsins og ég hef ákveðið sem sagt að setja allt undir sömu veitu og þið sjáið þá bara á númeraröðinni það eru eitthvað 70 pæling dagsins þættir komnir út og Ein pæling eitthvað kringum 400 þannig þið sjáuð alltaf á númeraröðinni hvað ræðir en ég held að þetta sé betra svona heldur en að gera þetta einhvern veginn öðruvísi myndbandið fer að sjálfsögðu líka beint inn á partus.is/ein pæling þar sem að áskrifendur geta einnig hort á myndbandið en áhorf eru já, töluvert hærri heldur en hlustanir á pælingu dagsins. Ekki veit ég af hverju það en þetta vinsælt á YouTube, kannski út af því að TikTok hefur verið svolítið vinsælt í þessum þáttum eða það að segja efnið sem ég búið til á TikTok úr pælingu dagsins hefur svolítið verið aðdráttarafl inn á YouTube og eins og segi þá fá sem sagt áskrifendur hlaðvarpsins einnig þáttinn pæling dagsins á undan öðrum þannig að ef að þið ætlið eitthvað að vera með á nótunum að þá að sjálfsögðu fariði inn á partus.is/ein pæling og gerist áskrifendur fyrir bara 990 krónur sem náttúrulega ekki neitt en ef þú ert að horfa á þetta á YouTube þá máttu endilega gera subscribe á þessa rás og dreifa þessu efni hvar sem þú finnur það en já, þetta sem sagt það sem ég vildi bara sagt hafa fyrir hennar stutta formála áður en hlustið á mjög áhugavert viðtal þó ég sé sjálfur á við
formann Sjálfstæðisflokksins, nýjan, Guðrúnu Hafsteinsdóttur, en svo ég nefni hann nú bara aftur. Þetta svo þannig, áskrifendur fá þáttinn án auglýsinga og fyrr heldur en aðrir og það nýtt stef. Það svolítið það sem ég vildi bara sagt hafa. Ef það verða einhverjar fleiri breytingar eða eitthvað þannig, þá mun ég bara gera annan svona formála. Ég vonaði að hafa það stórkostlegt í dag. Enn og aftur, partus.is/1pæling ef þið ætla að vera með á nótunum. Takk fyrir að hlusta og þangað til næst. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins. Seinast þegar þú varst hérna, það er ekkert svo langt síðan. En við ætlum að ná fyrir landsfund, en það hérna misfórst. En hingað ertu komin. Fyrsta hlaðvarsviðtalið. Hvernig þetta? Bjóstu við að vinna? Nú getur verið hreinskilin. Bjóstu við að vinna á seinasta daginn? Já, alveg eins, en ég var alltaf nokkuð vissum að það yrði mjög mjótt á munum og ég fann það alveg. Ég var búin að vera þetta í nokkra vikur á undan í allan febrúar í kosningabaráttu og líka ég var búin að hringja í janúar og svona kanna jarðveginn, þannig að það má eiginlega segja að maður hafi verið í kosningabaráttu í janúar og febrúar og ég fann það alveg að þetta yrði tvísynt. Þannig að ég var alveg búin undir að þetta myndi falla báðu megin. Þannig að Hvað var það? Hvað var, svo ég fór að sletta edgeið sem þú varst með? Af hverju vannstu? Nú er ég réttkjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins og ég er mjög meðvituð það að á fundinum var helmingur sem kaus mig og helmingur sem kaus mig ekki. Þannig að, og við fundum það held í báðar, ég og Áslaug Arna í samtölum við flokksmenn okkar og konur í aðdragandanum að margir voru óákveðnir og margir sögðu, veistu það að ég á erfitt með að gera upp hug minn og alveg sama hvernig fer, þá verð ég bara sátt eða sáttur við þá niðurstöðu. Þannig að eins og ég sagði þá hefði þetta geta fallið báði megin. Ég held að það hafi unnið mjög með mér bara reynsla mín úr atvinnulífinu og að hafa skengt ýmsum svona mismundi verkefnum sérstaklega fyrir atvinnulífið, þannig að ég er með mjög mikla reynslu þaðan. Ég held að það hafi skipt máli og svo held ég hafi líka bara skipt máli að ég er ekki búin að vera svo lengi í pólitík. Fólk vildi breytingar og ég held að það hafi líka unnið með mér að ég er bara búin að vera rúm 3 ár á þingi. Já, ég bað spurningar frá hlustundum og Já. það er einn sem liggur við eða núna. Nú er einn sem spurði sko hvort að þú myndir koma til með að vera eða takast að þrífa þessi svona valda elítu, svona valda stjættar stimpilinn sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið með. Á sért manneskja hins vinnandi manns og munir koma til með að ná að svona, já, þrífa þennan stimpil að Sjálfstæðisflokkurinn vinni bara fyrir auðmenn. Ég ætla að vona það. Ég ætla að vona það innilega vegna þess að Ertu sammála þessari gagnrýni? Hann hafi verið það? Nei, ég er það ekki því að við erum með þetta einn stærsta fylking fólks á Íslandi yfir 50.000 og þegar ég hitti Sjálfstæðismenn og ég fer landið og fer á fundi hvort sem það er hér á höfuðborgarsvæðinu, þá hitti ég bara venjulegt fólk sem að eru Sjálfstæðismenn, er að vinna fyrir Sjálfstæðisflokkin og ég sagði nú í aðdragandanum að landsfundi að ég er ekki í neinu liði, ég er ekki í neinu klíku eða eina liði sem ég hef verið í, bara íþróttaliðið mitt í Hveragerði og svo Sjálfstæðisflokkurinn. Og það hefur auðvitað verið ofboðslega dapurt að hvernig einhvern veginn Sjálfstæðisflokknum hún er með svona spint við eiginlega allt sem mislega fer í þessu samfélagi. En ég trúi því að gildi og stefna Sjálfstæðisflokksins séu góð. Við erum að vinna eftir því og við eigum að vinna enn frekar eftir gildum og stefnu flokksins og þannig mun okkur farnast best og Sjálfstæðisflokkurinn á að vera flokkur eins og ég bara hef fyllt alla ævi sem er flokkur allra stétta, stétt með stétt, að Sjálfstæðismenn hafa alltaf fundið fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni, að við viljum að einstaklingu gangi vel, við viljum að fólk geti lifað og starfað í sínu frelsi og við treystu fólki til þess að gera það vel
En við viljum líka, við erum meðvituð það að það misjafnt gefið og við viljum taka vel utan þá sem að minna mega sín og það hefur flokkurinn alltaf gert og ég mun leggja áherslu á það hér eftir sem hingað til. Hvað þegar að þú sást skoðanakönnunina núna fyrir nokkrum dögum sem að Sjálfstæðisflokkurinn mældist stærstur fyrst skipti 2 ár, það rétt hjá mér? Já. Varstu bara, ég sagði ykkur það. Hvernig voru viðbröðin þín? Þú hugsaðir þetta, ég veit það. En hvernig svo rammar þetta inn? Hver voru þín viðbröðu svona í fyrstu? Það nú skemmtilegt að spyrja mig að þessu því að ég er búin að vera þessa vikuna með fórustunni, ég og varaformaður flokksins Jens Garðar Helgason og svo ritari flokksins Vilhjálmur Árnason. Við hófum fundarherferð eða fundarferð Sjálfstæðisflokksins síðasta laugardag í Garðabæ og erum búin að vera að fara í öll landsbyggðarkjördæmin nema mitt, við verðum þar í fyrramáli og ég var að halda framsögum í trúnaðarmönnum á Akureyri í fyrradag á miðvikudaginn þegar að starfsmaður þingflokksins sem var með okkur í för stoppaði mig í miðri framsög og sagði, heyrðu, mér langar að skjóta hérna aðeins inn, það var að koma skoðanakönnun, þannig að ég var umkringd okkar öflugasta fólki á Akureyri þegar ég fekk þessi tíðindi og ég skal alveg viðurkenna, ég brosti nokkuð breitt og gladdist en svona tilfinningin ég er mjög yfirveguð manneskja og að eðlisfari og svona fyrsta hugsun sem kom í hugan var bara ok, verkefnið er bara hafið og því hvergi nær í lokið. Núna ef maður aðeins verið að fylgjast með pólitíkinni og þú eflaust líka og það er náttúrulega eiginlega búið að vera ótrúlegt að fylgjast með þessu, svo ekki sem er sagt. Ég er búin að vera að hugsa svona pólitíska leikjafræði og kannski er hún meikar hún ekkert sens kannski fyrir Samfylkinguna en ég gæti alveg trúa því að það muni koma upp svo staða að Flokkur fólksins ef að þetta heldur áfram svona ef að næstu 90 dagar verða eins og síðustu 90 dagar að þá munu Þorgerður Katrín og Kristrún hugsa sem svo að þetta sé kannski ekki endilega eitthvað sem að þau geta haldið áfram í. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Ef að ríkisstjórnin myndi springa og Samfylkingin og Viðreisn myndu koma til þín og segja, nú er Bjarni farinn, hann var augljóslega ástæðan fyrir því að við gátum ekki verið að búa til ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Þú ert skárri. Ertu til í að koma með okkur í þetta? Hvað myndir þú segja? Ég ætla nú ekki að svara því hér og nú hvað ég myndi segja, en þetta er vissulega einpæling. Þetta er einpæling. Já, og við förum öll í pólitík til þess að hafa áhrif og vitaskuld myndi ég hugsa það, ég mynd mjög gaumgæfilega hvort að þetta væri gæfispor fyrir Sjálfstæðisflokkin eða ekki, en hvort ég myndi láta slag standa, það yrði að vega mjög alvarlega vega og meta og líka bara á hver væri tímapunkturinn og það þyrfti náttúrulega, ef að til þess kæmi þá væri líklega mikið búið að ganga á og þá yrði maður að spyrja sig að því er þetta gott fyrir okkar flokk að stíga inn í þessar aðstæður eða ekki en vitaskuld myndu við alltaf sína ábyrgð varðandi það að stýra landinu, það hefur við alltaf gert og munum gera. En ég get ekki svara því hér og nú. Ég hef sagt það og sagði það í aðdraganda landsfundar að líklega hefur Sjálfstæðisflokkurinn bara gott af því að vera í stjórnarandstöðu núna. Við erum búin að vera lengi við stjórn og við höfum aldrei fengið svona slaka niðurstöðu kosningum eins og við fengum 30. nóvember. Það gefur til kynna að þjóðin vill ekki kjósa okkur og ef hún vill ekki kjósa okkur þá er það líklega vegna að hún treystir okkur ekki
Og þá hlýtur það að vera verkefni okkar að byggja aftur upp traust til Sjálfstæðisflokksins. Og ég finn það á þingflokknum og núna sveitastjórnarfólki sem ég búin að hitta hringinn í kringu landi núna í þessari viku, að það eru allir tilbúnir í það verkefni að auka traust til flokksins og þannig að það ekkert, ég held að við ættum að nýta tíman vel núna með að við erum í stjórnarandstöðu, reyna að breikka okkur, fá fleiri til liðs við okkur, fá félaga sem að hafa fundið sér farvegi í öðrum flokkum, að fá þau aftur heim. Þannig að það alls ekkert slæmt fyrir okkur sjálfstæðismenn að vera í stjórnarandstöðu, en ég á þeirri skoðun að það verst fyrir Ísland. En þú telur að þetta traust hafi einhvern veginn, já, það er skort á traust. Núna erum við búin að sjá Miðflokkinn Viðreisn sem svo að Sjálfstæðisflokkurinn sé einhvers staðar á milli. Hvað það þarf augljóslega eitthvað að breytast ef að á að koma traust inn í flokkinn. Kannski það bara mannabreytingar það eftir að koma í ljós. En hver stefnur með Sjálfstæðisflokkinn? Stefnur meira átt að Viðreisn? Stefnur meira átt að Miðflokknum? Hvað svona sérðu fyrir þér? Ég ætla nú bara að ítreka það að Sjálfstæðisflokkurinn hann þarf ekki einhver viðmið til Viðreisnar eða Miðflokksins. Nei, þú veist hvað ég meina, þetta kannski vinstri hægri. Svona, þú sérðu fyrir þér að þau eru að fara meira til hægri eða meira til vinstri út af því að hafið einhvern veginn verið svona beggja megin einhvern veginn svona á girðingunni svolítið og veit ekki hvort fótinn er að stíga. Þannig að telurðu að þið þurfa að fara í meiri hægri stefnu, meiri svona berjast fyrir því að lækka skatta? Sko, ég hef sagt það og mér finnst Viðreisn vera orðin vinstri flokkur og Miðflokkurinn hægri og vill oft teygja sig langt til hægri. Ég ætla ekki að láta Viðreisn teygja mig til vinstri eða Miðflokkinn eitthvað til hægri. Sjálfstæðisflokkurinn hægri sinnaður flokkur. Og ég held að það sem að okkar fólk hefur verið að kalla eftir og var að kalla eftir á síðasta kjörtímabili að það væri að við værum meira að trú okkar stefnu og þeim gildum sem að Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir að vera sannanlega hægra megin í lífinu. Þannig að ég sé það alveg fyrir mér að fullt af fólki sem að hefur fundið sér farveg hjá Viðreisn eða Miðflokknum geti komið og kosið Sjálfstæðisflokkinn aftur ef að við stöndum í ístæðinu og vinnum eftir okkar stefnu sem hægri stefna. En ég ætla ekki að fara út í einhverja hægri öfgastefnu. Þeir sem vilja vera þar, þeir verða bara að fá að vera þar. Ég ætla heldur ekki að fara út í einhverja Viðreisnar vinstri stefnu, bara alls ekki, og þeir sem eru þar verða að fá að vera þar. Ég held að það hafi hvernig á ég að orða það? Ég held að það hafi skaðað okkur ríkisstjórnarsamstarf sem að við vorum í. Það flókið að mynda ríkisstjórn sem alveg út af vinstri vængnum við hægri afl og svo með neutrala miðju sem Framsóknarflokkurinn en það skaðaði ekki bara okkur. Það skaðaði samstarfsflokka okkar ekki síður. Það skaðaði þau svo alvarlega að vinstri grænir þau dutt út af þingi. Framsóknarflokkurinn hríðfjall og má muna sinn fífil feguri. Þannig að það verkefni fyrir alla fyrrum ríkisstjórnarflokka að finna sér taktin aftur og okkar taktur verður hægri Sjálfstæðisflokkur. Þá velti ég fyrir mér sko, núna myndi einhverju benda á bara, heyrðu, sko, þú talar einhver gildi og flott og hægri stefnu og eitthvað, en ég meina þitt síðasta embættisverk var að gefa eftir þegar að Guðmundur Ingi krafðist þess að það gripið inn í lögregluaðgerð. Samfylkingin og Viðreisn og Flokkur fólksins, þessi nýja ríkisstjórn, virðist vera að taka miklu meira ábyrgari hætti í útlendingamálunum, orkumálunum líka, láta bara verkin tala. Þið talið það að þið hafi verið með þetta alltaf á einhverju blaði, í einhverjum nefnd, í einhverju ráðuneyti, allt eitthvað tipp-topp, allt tilbúið fyrir þau að íta þessu vör. En ég meina, á hverju ósköpunum gerðu þið það ekki? Þið voru bara einhvern veginn að láta beygja ykkur í degið, láta VG bara trufla ykkur við hvað eina
og einhvern veginn kvart yfir því hvað allt væri erfitt út af því að það væri stopp í einhverju nefndum, svo kemur bara Samfylkingin og segir bara, þetta nú bara ekkert mál, við bara græðum þetta. Ég ætla að fá að leiðrétta þig að ég beygði mig ekkert í dufti fyrir Guðmundi Inga Guðbrandsinni í því máli sem þú nefnir hér. Það kom aftur á móti beiðni frá forsætisráðherra og formanni míns flokks að fresta lögregluaðgerð og Guðmundur Ingi náttúrulega bað það, við getum að lesa með línan. Já, hann talaði aldrei um mig. Okay. Nei, talaði aldrei um mig. Þannig að það var nú bara þennan örlega ríka morgun, þá virtist nú hálf ríkisstjórnin vera að hamast í ríkislögreglustjóra, allir nema æðsti yfirmaður yfir málaflokknum sem var ég var bara sofandi. Þannig að það var nú minn glæpur. En það hlýtur að vera líka alvarlegt þegar að ráðherra fatlaðs hefur efasemdir það að þarna eða hefur virtist hafa grunum það að þarna væri verið að brjóta á réttlætum fatlaðs einstaklings og það er á þeim grunni sem að forsætisráðherra óskar eftir því að lögregluaðgerð sé frestað og ég var við þeirri beiðni og það kom skýrt fram í mínu máli að það var mér þvert geð enda ég á því að ráðherrar eiga ekki að vera að skipta sér á lögreglunni en við breytum ekki þessari atburðarás, en þú talar hér að núverandi ríkisstjórn sé að gera svo mikið í útlendingamálum og hvað er hún að gera? Ég hef ekki bara séð nokkuð skapaða hlut eftir hana. Þau eru að leggja fram hér frumvarp farþegaupplýsingar sem var tilbúið frumvarp og var búið að vera að vinna lengi að í dómsmálaráðuneytinu og var á þingmálaskrá hjá mér í haust og ég hefði mælt fyrir í nóvember ef að ríkisstjórnin hefði ekki sprungið. Það er þjóðþrifamál, ég mun samþykja það mál hjá núverandi ríkisstjórn að tryggja það að það komi hér farþegaupplýsingar frá öllum flugfélögum sem hinga fljúga. Ég vil samt sem áður fá að ítreka það að sá málaflokkur var ekkert í eins miklum ólestri eins og einhverju vildu vera afláta. Við höfum verið fram að þessu og erum að fá farþegaupplýsingar með 93% allra þeirra farþega eða flugfara sem hinga að koma. Það er fáheyrt í Schengen-samstarfinu að eitthvað ríki sé með svona háa tíðni upplýsingagjöf eins og við erum með. En nú er verið að ljúka samningum við Evrópusambandið eða við inn í þessum Schengen samstarfi þannig að þessar tilskipun, PNR tilskipun að hún veri fullgild hér á landi þannig að öll flugfélag munu þurfa að skila farþegaupplýsingum. Það er að koma frá ríkisstjórninni og það er vel. Og svo er einnig að koma mál þar sem að núverandi dómsmálaráðherra hefur talað fyrir því að vera með heimil til að afturkalla vernd hjá einstaklingi sem að hefur fengið vernd á Íslandi en gerist brotlegur eða gerist sekur alvarlega glæpi hér á landi. Einnig mál sem ég var með á þingmálaskrá minni. Ég man nú ekki betur en í upphafi árs þá hafi forsætisráðherra sagt að það veri búið að gera nóg í málaflokki það veri búið að gera nóg. Okay. Og í málaflokknum hælisleitendur og ég vara við því og hvet ríkisstjórnina áfram til þess að halda vöku sinni vegna þess að í þessu málaflokki aldrei búið að gera nóg. Nei, Mette Frederiksen líka alveg búin að vera að taka miklu harðar á þessu og verðist hvergi nærri búin sko. Maður hefur alveg tekið eftir því sko. Það hefur alveg búið að vera áhugavert að fylgjast með því sko. Kristrún spegla sér rosalega mikið Keir Starmer og Mette Frederiksen sko. Hvort sem að fólki líkar það vel eða ekki sko, en þá eru þau bæði náttúrulega Keir Starmer miklu minna en Mette Frederiksen er að fara að taka tölvöld harðar á þessum útlendingamálum sko. Já, og Danir hafa gert það á síðustu árum en það hefur ástandi í landinu hjá þeim verið með alvarlegum hætti. Og við sjáum líka að Svíar hafa mist algjörlega tökin á þessu málaflokki og ég bara vara við því. Ég talaði fyrir því þegar ég var í embætti dómsmálaráðherra að við yrðum að vera að gera stanslausa breytingar og útlendingalöggjöfun okkar vegna þess að þetta er svo síkvikur málaflokkur.
við, meðan ég var í ráðuneytinu og líka forveri minn Jón Gunnarsson, að þá reyndu við að aðlaga okkar útlendingalöggjöf að útlendingalöggjöfum Norðurlandana og nágrannar ríkjana og það er gríðarlega mikilvægt. Vegna þess að við vorum orðin á eftir, við höfðum ekki gert neinar stórar breytingar í langan tíma og því voru við eiginlega orðin veikasti hlekkurinn í Evrópu. Við vorum með hlutfallslega hæstu eða mestu umsóknir hér innan Evrópu og það hlýtur hver maður að sjá það að það gengur ekki upp að litla Ísland hér langt út í Ballarhafi eyja sé með svona gríðarlega háa fjölda umsókna á hverja 100.000 íbúa eins og hér hefur verið. Nú, okkur tókst fyrir ári síðan, síðasta vor, þá tókst okkur að gera algjörlega nauðsynlega breytingar, meðal annars að afmá sér íslenska málsmeðferðarreglur og ég hafði hugsað mér að halda áfram með þá vinnu og ég vona að ríkisstjórnin muni byggja á þeirri vinnu sem að ég skildi eftir í dómsmálaráðuneytinu og halda áfram því að það sem við erum að sjá að þegar að við náum kannski með tætnar þar sem að Norðurlöndin höfðu hælana á síðasta ári með því að herða okkar útlendingalöggjöf að þá herða þau enn frekar og meira og þá eru við aftur orðin langt á eftir. Þannig við verðum að fylgja þeim takti sem í löndunum í kringum okkur. Það er algjörlega nauðsynlegt. Erum við þá ekki bara að horfa upp á einhvers konar mannfyrirlitninga samfélag þar sem að við erum bara ekki tilbúin til þess að fagna fjölbreytileikanum og byggja á því að ég meina ef að við ætlum bara að fara að spírala niður í það að við erum ekki að taka á móti fólki sem eru á flótta þá erum við náttúrulega bara að fara að loka öllum landamærum og verða bara eins og Pólland. Skilgreinir þú Norðurlöndin sem mannfyrirlitningar samfélag? Nei, ég er að segja ef að þau eru alltaf að herða og við erum alltaf auðveldasta leiðin að þá myndu einhverjir sem eru að tala fyrir þessum málaflokki segja, við ætlum bara að fara að elta lægsta samnefnarann að þá að sjálfsögðu munum við koma til með að bara loka öllum landamærum og viljum við búa í þannig samfélagi sem að lokar að þá sem að eru raunverulegri neyð. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni. En eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Vandamáli við kerfið okkar síðustu ár hefur verið einmitt þetta, Tóti, að við höfum ekki verið að aðstoða fólk sem er í raunverulegri neyð. Vegna þess að hér hafa verið stórir hópar að koma til lands, sækja hér vernd sem hafi ekki þurft á vernd að halda. Einstaklingar sem að leita sér að betra lífi, betri lífskjörum og ég ber mikla virðingu fyrir því fólki. Þetta í anda sjálfstæðastefnunar. Ég ber mikla virðingu fyrir fólki sem að hefur dug, kjark og þor til að rífa sig upp í fjarlægu landi, fara langan veg og kosta aðlegunni til þess að leita sér og sínum að betri lífskjörum. Það er vel og við viljum fá fólk sem tilbúið til þess að koma hingað alveg sama hvaðan það að koma úr heiminum. Þá viljum við fá fólk til þess að aðstoða okkur við það að keyra hér hjól atvinnulífsins áfram. Við þurfum á því að halda. Vandamáli hefur aftur á móti verið að það fólk sem vil koma hér að vinna, vil koma ársinni betur fyrir borð, það getur ekki komið í gegnum hælisleitendakerfið. Hælisleitendakerfið er fyrir fólk sem er í alvarlegri lífshættu, á yfir höfði sér dauða, limlestingar eða ofsóknir í sínu heimaríki, við ætlum að standa vörð þá einstaklinga. Það sem hefur aftur á móti verið að gerast í Evrópu og einnig á Íslandi er að það hefur aukið álag frá fólki sem er ekki í þessari raunverulegu vernd og ef að þetta heldur áfram, Tóti, þá eyðileggjum við verndarkerfið. Þá brotnar það niður og það hefur verið þannig núna síðustu 2-3 árin að það hefur verið svo mikill þungi hér í umsóknum að við höfum ekki geta gripið þá sem eru í alvarlegri hættu og þurfa mesta stuðningin á að halda.
Er það ekki bara lausnin að stöðva það að fólk geti komið hingað og sótt hæli í stað þess að við séum bara með að einmitt finna þá sem raunverulegri neyð og koma þeim til aðstoðar? Ég hef talað fyrir því, við hér á Íslandi, við getum ekki tekið á móti 4.000 eða milli 4.000 og 5.000 umsækjendum á hverju einasta ári. Við erum of lítið samfélag til þess og það er líka engum greiði gerður ef að fólk flyst hingað og aðlagast ekki íslensku samfélagi. Og við erum farin að sjá teikn á loftum það að börn af erlendu bergi eru í meiri hættu að falla úr skólakerfinu okkar. Þau eru í meiri hættu að festast í fátækt heldur en þau sem eru íslensk eða fædd á Íslandi. Ég vil ekki sjá svona samfélag. Við verðum að sjá til þess að allir þeir sem að koma hingað og setjast að þeir verði virkir og gildir þjóðfélagsþegnar. Að þeir taki þátt í samfélaginu, að þeir vinni, greiði skatta, eigi framlag og taki þátt í að byggja upp og halda upp í því velferðaríki sem Ísland sannanlega er. Ég hef talað fyrir því að við eigum að horfa freka til þess að taka á móti kvótaflóttafólki sem að við höfum ekki geta tekið á móti núna síðustu ár vegna þess að álagið og kerfin okkar hafa verið svo mikil. Það er sannanlega fólk sem er komið með stöðu flóttamanns. Þannig að við erum kannski við erum með fólk sem er búið að vera á annan tug ára fast í flóttamannabúðum, búandi í tjöldum að ala upp börnin sín og gætu komið hingað til lands sem kvótaflóttamenn. Já. Ertu ekki búin að ræða við Jón Gunnarsson? Ég veit að hann var svolítið pirraður út yfir á einhverju Facebook-ferslu rétt fyrir landsfund. Já, við Jón Gunnarsson erum búin að tala saman og það er engin peningur á milli okkar. Nei, já. En fannst þér eitthvað til gagnrýna hans, eða fannst þér hún vera réttmætt gagnrýna hans þegar þú hefur ekki gefið honum nægilega mikið, hvað ég að segja, kredit svona sletti? Ég ætla nú ekkert að fara að ræða ummáli Jóns Gunnarssonar. Ég gerir mig líka grein fyrir því að í aðdraganda landsfundar þegar formannskjör að þá færist hiti í leikinn og ýmislegt látið falla og við Áslaug Arna við vorum meðvitaðar það að við vildum heyja drengilega og heiðarlega kosningabaráttu til þessa embættis og ég tel að við höfum gert það þannig að við höfum báða geta að gengi stoltar frá borði en við vorum líka meðvitaðar það og við tvær ræddum það að það komu þetta upp einhver núningur þar sem að stuðningsmenn okkar fóru fram úr sér hvorum megin sem það var og það var erfitt fyrir okkur tvær kannski að halda í þennan taum. Jón Gunnarsson fann sér knúin til þess að skrifa Facebook-ferslu og hann ber bara ábyrgð á henni. Það vita allir að Jón Gunnarsson var öflugur í dómsmálaráðuneytinu og lagði mikið á sig til þess að gera breytingar á útlendingalöggjöfinni meðal annars og honum tókst að koma í gegn breytingum. Mér tókst líka að koma í gegn breytingum þannig að ég held að við sjálfstæðismenn eigum bara að vera stolt af því að síðustu 2 dómsmálaráðherrar sjálfstæðisflokksins að þeir settu mark sitt á þennan málaflokk, settu mark sitt á dómsmálaráðuneytið og ég heyri ekki annað en að sjálfstæðismenn séu bara ánægðir með þessa 2 dómsmálaráðherra sem að þeir höfðu á síðasta kjörtímabili. Já. Og vitaskuld stóð Jón sig vel og ég held að ég hafi líka staðið mig bara með ágætum. Ok, þá langar mig að spyrja þig það var eitt sem ég tók eftir sem að var í kringum landsfundin að þú varst spurð þegar að einhver fréttamaður sagði við þig Bjarni er búin að vera í sér 16 ár, sérðu fyrir að vera svo lengi og þú sagði nei, það er algjörlega ruglað sko. Og nú er einhverju búin að segja, nú er þetta formaður bara svona eitthvað millibilsástand. Nú velti ég fyrir mér. Hvernig formaður sérðu fyrir þér að þú komið til með að vera? Sérðu fyrir þér að vera formaður til lengri tíma? Sérðu fyrir þér að vera formaður sem að mun koma til með að leiða flokkinu næstu
kosningum, sérðu fyrir þér að vera næsta forsætisráðherraefni, hvernig sérðu þetta fyrir þér? Eða ertu svona, myndirðu gefa þér eitthvað undir fótinn og þú sért svona millibilsástand til að fleyta boltanum? Ég hefði nú aldrei farið í kosningabaráttu og gefið kost á mér í þetta embætti ef að ég ætlaði að vera eitthvað millistykki. Það hefði ég nú aldrei gert. Ég fór inn í þessa baráttu og fer inn í þetta starf að fullri alvöru til að vinna flokknum mínum góðs og það er verkefnið. Ég hef verið alveg skýr með það að við þurfum að breyka sjálfstæðisflokkin, við þurfum að auka fylgjans, það er verkefnið mitt. Hins vegar er ég líka mjög meðvituð það að í pólitík og raunar bara í lífinu öllu að þá ámaður bara ekki rétt á neinu, ekki í þeim skilningi. Þú átt ekki rétt á makaðinum, þú átt ekki rétt á börninu, þú átt ekki rétt á þessari vinnu eða hinni. Að vera stjórnmálamaður, það er ekki mikið starfsöryggi og ég gerir mig líka grein fyrir því að því starfi getur lokið jafn skjótt eins og það hófst. Þannig að ég ætla ekki að stíga hér fram og gera tilkalli þess að ég verði formaður í 5 árs, 8 ár eða 10 ár eða 16 ár eða hvað það nú er, vegna þess að ég er bara mjög meðvituð það að það eru félaga mínir í sjálfstæðisflokknum sem velja sér forystu. Þeir félaga mínir gerðu það á landsfundi núna síðustu mánaðamót og það var niðurstaðan. Ég hef umboð til þess að sinna þessu embætti til næstu 2 ára eða til næsta landsfundar og ef að á þeim tíma munu þær aðstæður skapast að það verði boðað til kosninga, þá mun ég vitaskuld leiða sjálfstæðisflokkin í gegnum þær kosningar og það liggur í hlutaris eðli að formaður sjálfstæðisflokksins er forsætisráðherra efni sjálfstæðismanna. Þegar ég svaraði þessari spurningu þannig að því ég var nýstigin niður af sviðinu í Laugardalshöll eftir að tilkynnt var að ég væri orðin formaður flokksins, þá var ég spurð þess að fréttamanni í RÚV og mér þótti þetta óskaplega fyndið því að það vita nú held ég allir að ég er 55 ára gömul, þannig að ef að ég ætla að sitja jafn lengi og Bjarni Benediktsson í 16 ár, þá verð ég komin á áttræðisaldur. Ég sé það bara alls ekki fyrir mér að ég ætla að vera svo lengi, þó svo ég gerir mig líka grein fyrir því að til dæmis í Bandaríkjunum að þá þykir það bara ungur aldur ef að þú ætlar að þú ert bara jafnvel að hefja fyrir þinn í pólitík ef að þú ert í kringum 70. En ég sé það ekki fyrir mér. Það er bara eins og í lífinu öllu, þú tekur að þig verkefni, svo þarftu bara að standa þig vel. Og ég þarf bara að standa mig vel. Ef ég geri það ekki, ef að mér tekst ekki núna að auka flokknum fylgi, að þá mun ég ekki hanga hér í þessu embætti eins og hundur og roði. Það mun ég ekki gera. Nei, vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn er alltaf miklu starri heldur en formaðurinn, varaformaðurinn eða forystan og ég mun alltaf setja hagsmuni sjálfstæðisflokksins ofar öllu. Bjarni talaði rosalega mikið það að það væri breytt pólitískt landslag og það væri svolítið ástæðan fyrir því að flokkurinn væri einhvern veginn að sjá verra og verra niðurstöður úr kosningum. Hvað sérðu fyrir þér, við erum aðeins búin að koma inn á og kannski drefum aðeins meira að þið eftir hvernig það kemur til með að auka fylgi flokksins, þá talar að það sé með því að tala frelsi og tala fyrir gildunum og þar fram til götunum. En telur að það sé réttmæt athugun að segja að breytt pólitískt landslag sé ástæðan fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn mælist töluvert minni heldur en hann hefur kannski gert áður? Ekkert endilega. Þegar að Bjarni lét þessi orð falla og hann gerði það reynda líka á landsfundi. Hann gerði það bara mjög oft. Já, en líka fyrir síðustu kosningar til dæmis og auðvitað hafði orðið fjölgun flokka á Alþingi og síðasta kjörtímabili voru 8 flokkar og núna eru þeir 6. Það er líka breytt pólitískt landslag. Pólitíkin hún er síkvik og fylgið það
það svona ákveði fylgi sem mjög fljótandi og ég held að Bjarni sé kannski líka að vísa til þess að kannski hefur þetta fljótandi fylgi stækkað meira þar sem fólk ekki svona rosalega í mikilli flokks hotlistu eins og kannski var áður. En ég held að vera í pólitík, þú þarft bara að skila þínu og ég held að það sé mikil tækifæri fyrir Sjálfstæðisflokkin núna. Eins og ég sagði áðan, þá höfum við ekki verið í stjórnarandstöðu lengi. Það eru bara 2 þingmenn í þingflokki Sjálfstæðisflokksins sem hafa reynsla því að vera í stjórnarandstöðu. Þannig það líka nýtt fyrir okkur, þingflokkin, að hvernig við ætlum að finna okkar fjöl þar. En vitaskuld, ég hef sagt það og mun leggja áherslu á það að Sjálfstæðisflokkurinn mun veita aðhald sem að okkur ber að gera sem stjórnarandstaða en við ætlum að vera málefnaleg og við ætlum eins og ég nefndi áðan í málum sem að eru að koma frá núverandi dómsmálaráðherra sem eru bara mál sem að voru tilbúin og voru á þingmálaskrá í haust. Það eru þetta fjarstæða ef við ætlum ekki bara að styðja þau. Og núna þessa fyrstu vikur í þinginu höfum við nú bara verið að meiri hlutunum á græna takkanum vegna þess að þetta eru mál, þú nefndir orkumálin áðan. Þetta eru bara mál sem að við vorum tilbúin með og það þekkja það allir að þegar þú ert í ríkisstjórn að þá fer svona fyrri hluti oft á kjörtímabili fer í það undirbúa ný ríkisstjórn með nýja sýn og nýja stefnu og þetta verður stundum aftur hlaðið þar sem að þú ert að undirbúa málin og svo nærðu að klára þau á seinni hlutanum og þannig var það við vorum með mörg góð mál sem að við ætlum að klára í vetur en raunin varð önnur. Ég held að sé mikil tækifæri fyrir Sjálfstæðisflokkinni þessari stöðu sem hann í núna til þess að breikka sig, endurnýja samtalið við þjóðina og endurnýja umboð sitt. Hlaðvarpið í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Ég velti fyrir mér hérna, Bjarni talaði að eftir síðustu kosningar að hann væri til í tuskið eða væri einhverjir flokkar sem myndi vilja mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Hann nefndi flokk fólksins meðal annars. Værir þú, fengir þú hérna stjórnarmyndunar umboð á einhverju tímapunkti á þessu kjörtímabili, værir þú til í að mynda ríkisstjórn með flokki fólksins? Mér þætti það afarhæpið. Af hverju? Ég held að nú ætla ég að gefa flokki fólksins það eins og síðastu kjörtímabili að þá hafa þau veitt aðhald í stjórnarandstöðu. Hafa oft og tíðum gert það ágætlega og mér finnst fara þeim bara nokkuð vel að vera í stjórnarandstöðu. Þær raddir sem að hafa hljómað í flokki fólksins, ég held að þær þurfa að hljóma á Alþingi Íslendinga. Þau hafa lagt áherslu á það að tala fyrir efnaminna fólki og ég held að það sé vel. En ég efa það að þetta sé stjórntækuflokkur. Já, þannig að þið finnst bara flokkur fólksins vera óstjórntækur með þær, hvað ég var að segja, þá 90 daga sem þú kannski búin að fylgjast með í fréttum. Já, þetta hefur gengið nokkuð brösulega hjá þeim. Ég verð að segja það með fullri virðingu. Já, líka bara, þú veist, svo ég líka tala um milli línana, þetta náttúrulega búið að vera stórkostlega einkennilegt, margt af þessu. Þá ég ekki að tala um mál Ásættar Lóu, heldur bara styrkja málið og það tala um að minnka framlög til fjölmiðla og að hringja í þennan skólastjóra og fleira, Já. Hvernig hefur þú brugðist við að þú hefur verið forsætisráðherra við þessum málum?
og þú veist, þú færð Ingu bara á fund út af einhverjum af þessum málum. Hvernig ræður við hana? Ertu að tala um það bara að þetta gengur ekki lengur og þið þurfa að rífa ykkur í gang, eða hvernig virkar þetta, telur þú kannski hefur ekki verið forsætisráðherra en að stýra svona ríkisstjórn? Þær segjast nú vera bestu vinkonur í heimi, þannig að ég treysti því bara að þær aldrei þéttari og ég treysti því bara að að þær séu tali saman oft á dag en það tala allir um það og taka allir eftir því að það fer minna fyrir formanni Flokks fólksins en áður, heyrist minna í þeim formanni, þannig að til að svara spurningunni þá held ég að það hljóta vera að í þessu þéttu samtölum þessara kvenna að þá sé nú kannski búið að vængstífa aðeins formann flokksins. Já, þetta alveg, eins og segja, þetta alveg áhugavert sko, og ég meina, eins og ég búin að vera að fjalla um það einn áður, ég meina, þetta svona svolítið slæmt að mínu veiti sko, því að Kristrún búin að standa sig margt til vel sko, hún er góð þegar hún kemur fram, hún þegar íta úr vör málum eins og þú varst að segja hún rétt á hann, þið eru búin að vera á græna takkanum með alltaf tíman, þetta eru búin að vera góð mál. Þetta er okkar mál. Þetta eru ykkar mál. Þetta eru mál fyrir ríkisstjórnar. Já, þið eru þá kannski bara svona eins og embættismenn í ráðuneytinu, þið bara skrifið það upp og svo ítir samfélginu og vör. En eins og segja, þetta er rosalega sérkennilegt og eins og segja, ef að næstu 90 dagar verða eins og síðustu 90 dagar, þá get ég eiginlega ekki trúa því að þetta haldi áfram. Nei, það liggur í hlutarisæli að það er búið að vera álag í ríkisstjórninni og við sjáum það. Það hefur áhrif, alveg sama hvað hver segir. Það er bara mjög alvarlegt þegar að ráðherra segir af sér embætti. Og í þannig tilvikum að þá hefur það áhrifin í ríkisstjórn. Að halda öðru fram er bara fyrra. Mér hefur þótt dapurt að það hafa verið ráðherrar í ríkisstjórninni núna sem að mér finnst hafa hafa svona skort skilning á ráðherra ábyrgðinni og það hlýtur að vera alvarlegt að þú nefnir hér dæmi þegar að fólk hringir í skólastjóra út í bæ og ég ætla nú bara líka að fá að minna á það að í því máli til dæmis við vorum ekki að tala um einhvern leikskóla, við vorum ekki að tala um Borgarholtsskóli er skóli eiginlega fullorðins fólks. Þetta er skóli sem leggur áherslu á að kenna iðngreinar og við vitum að fólk sem í iðngreinum þar er aðeins hærri meðalaldur en í öðru námi og þannig að þetta er svona skóli frá 16 ára og upp úr, þannig að 16 ára er nú svona hálffullorðið fólk. Þannig að og ég á nú 3 börn og þau hafa nú stundu týnt einhverju ævina eins og í 99% tilfellum að þá bara týndu þau sjálf hlutunum sko. Það er bara ábyrgð fólks frá 16 ára upp úr að passa upp á dótið sitt. Þannig að það er alveg fáheyrt þegar ráðherri ríkisstjórn hringir í skólastjóra og gerir athugasemdir við það og hótar síðan að beita lögreglu og ráðherra sem nú ekki einu sinni yfir lögreglunni, þannig að þetta var afar óheppileg uppákoma. Það er líka afar óheppilegt þegar að þau skilaboð eru send út frá flokknum að það eigi einhvern veginn að skilir það styrki til fjölmiðla sem að bara skrifa fallega um þann flokk. Þá erum við komin á mjög hættulegan stað og það er líka afar hættulegt þegar að ráðherra ríkisstjórn efast dómskerfi á Íslandi. Já, það sem að þá þekkir fólk ekki ráðherra ábyrgð sína. Nei, hún sá af sér og sagði af sér. Það reyndar út af öðru máli. Já, og ég ætla ekki inn í það mál. Ég hef aldrei gert það. Og það mál sem var þetta persónlega mál að
Ég ætla bara ekki að tjá mig það er bara, já, erfitt fyrir þá fjölskyldu. Hins vegar hef ég vakið athygli á aðkomu forsætisráðuneytisins að málinu. Aðkomuna því að borgar út í bæ leiti til forsætisráðherra og það fer sú ráðgjöf eða sú móttaka á því erindi fer svo illa að það endar með því að ráðherri ríkisstjórn fari heim til viðkomandi sem hafði leitað ásjár forsætisráðuneytisins og bara, já, mér finnst forsætisráðuneyti hafa haldið afar illa á málinu og ég hef gagnrýnt það. Var það sem það galið? Sko, ég hugsaði þetta, ef að þú hefðir fengið, að segjum sem svo, að Bjarni hefði fengið erindi það að eitthvað mál sem að varðaði þig þegar þú varst dómsmálaráðherra og sem manneskja segir hérna, heyrðu, og Guðrún Hafsteinsdóttir má sitja hann að fundi ef hún vill. En mér finnst alveg eðlilegt að þú myndir fá upplýsingar þann fund, að það hafi komið beiðni fund varðaði þig og að þú mættir sitja fundin. Mér fannst þetta ekki vera þess eðlis að það var einhver trúnaðar brestur þar. Hins vegar það sjálfsögðu algjörlega galið að Kristrún Frostadóttir geti ekki gert ráð fyrir því að sami ráðherra fara ekki heim til viðkomandi á ráðherrabílnum til þess að banka upp og eftir að hafa hringt í þessa mannesku til þess að reyna að vitnast fyrir málið, sko. Nei, það sem mér finnst óþægilegt í þessu máli er að þarna hefur fólk orðið margsaga þessa atburðarás. En við vitum hvað stóð í þessu e-maili, við vitum að stóð hún má sitja hann að fund. Það er alveg eðlilegt ef að Bjarni hefði fengið spurningu það hvort að það væri hægt að fá fund mál varðar þig og þú mættir sitja fundin. Mér finnst ekki vera trúnaðarbrestur að segja, heyrðu, já, mér finnst ekki vera trúnaðarbrestur að viðhalda þeim upplýsingum frá þér. Nei. Eða það að segja að láta þig vita aftur á móti, það öfugt. Nei, hins vegar, eins og ég segi, fólk hefur orðið missaga í þessu máli. Það bara alveg ofboðslega mikilvægt að borgarar í þessu landi geti leita til æðsta trúnaðarmanns þjóðarinnar sem forsætisráðherra og í fullri vissu það að í þeim aðstæðum eigi þau ekki hætt á því að það sé bankað upp á hjá þeim eða hringt heim til þeirra. Nei, en það er alltaf skrifast á Ásthildi Lóu frekar heldur en Kristrúnu Frostadóttur, finnst mér. Erum við ekki að reyna að búa til eitthvað hérna? Nei, við erum bara ekki að búa til neitt stjórnarandstaðan, bara alls ekki. Við viljum bara að það sé hafið algjörlega yfir allan vafa að fólk sem að býr yfir viðkomum upplýsingum eins og var í þessu tilfelli vildi deila því með forsætisráðherra æðsta trúnaðarmanni þjóðarinnar að fólk geti treyst því og gert það í fullu öryggi. Og þetta mál, það fór alveg hryllilega illa og forsætisráðherra og forsætisráðuneytið verður bara að svara fyrir það. Já, ég bara ekki alveg sammálaður, sko. En við þurfum ekki að vera sammála allt. Hérna. Nei, en sko, svo eru búin að vera alls konar einhverja samsæriskenningar að þetta mál sé einhvern veginn því sem stýrt að sjálfstæðisflokknum og eitthvað. Ég hef bara ekki heyrt aðeins þvælu. Að þetta bara mál. Þú ræstir þessa manneskju út augljóslega. Nei, sko, það bara allt saman algjör þvæla. Það skiptir bara öllu máli að tímalínan og að hún sé skýr og að forsætisráðuneytið og ráðherrann sé yfir alla vafa hafið. Það skiptir öllu máli í þessu máli. Það þetta sérstakt að forsætisráðherra hafði vitneskju málið í heila viku í 7 daga og gerði ekki neitt og það ekkert gert fyrr en að fjölmiðlar að fara að birta máli og fjölmiðlar fara að hringja og grenslast fyrir, þá fyrst reynt að bregðast við erindinu. Þá hittast vinkonurnar 3, setjast niður á löngum fundi
með viðkomandi ráðherra og það er komin afsögn áður en málið komið í fjölmiðla. Mér finnst þessi atburðarás sérstök og viðkomandi ráðherra búin að segja að sér finnist allt í kringum þetta mál mjög ósanngjarnt. Já, en hún ekki lengur ráðherra og við erum bara loksins að sjá einhvers konar raunveruleg stjórnmál hér á Íslandi þar sem að fólk ber ábyrgð á gjörðum sínum en ekki bara að hoppa á milli ráðuneyta þegar maður búin að selja pappa sínu banka eða hvað eina. Það tekur ekki marga mánuði fyrir mig að skipta ráðuneyti þegar að ég gerist uppvís af einhverju misjöfnu. Það bara skipt í brúnni og bara fólk ber raunverulega ábyrgð. Þetta bara loksins við að sjá stjórnarfyrirkomulag sem að við getum kannski komið til með að venjast loksins eins og á hinum Norðurlöndunum þar sem að ráðherrar eru ekki bara að sitja á rassinum í sínu embætti bara til þess að vera þar. Það bara raunverulega verið að reyna að ýta úr vör almennilegu stjórnkerfi hérna. Þetta ekki bara miklu betra heldur en þetta var þegar þið voru undir stjórn? Ég get nú ekki séð það. Þetta sé mikið betra heldur en þegar við vorum að stýra landinu. Það voru nú ekki svona læti í ríkisstjórn Bjarna Benediktsson eða Katrínar Jakobsdóttir eins og nú Sko, þegar að fólk bregst algjörlega starfskyldum sínum og missir traust til þess að sinna sínum verkefnum í embætti, þá lítið eftir annað en að segja af sér. Það ljóst. En aftur á móti, þá get ég ekki annað leitt hugan að því eins og í þessu máli að það komin afsögn, hún virðist hafa verið knúin fram með miklum hraða og miklum flýti og ráðherranum hefur greinilega liðið mjög illa og ég endurtek hefur sagt opinberlega að sér finnist þetta ósanngjarnt. Þannig að af hverju var þessi mikli flýtir á afsögn? Það bara Kristrún Frostadóttir náttúrulega sér ekki fyrir sér annað heldur en að þetta muni koma til með að verða stór mál og þar alveg er betra að vera á undan bylgjunni. Já, og kannski líka, ég endurtek það að mér finnst ekki öll kurl komið til grafar með aðkomum forsætisráðuneytisins að málinu. Mér varst þetta best í þessu þegar þau fóru að segja að þetta hafi verið bara einhver snilldar ákvörðun og að Ásthildur Lóa væri bara einhver þjóðarhetja fyrir það að hafa sagt af sér. Mér varst það svolítið sérstakt sko þegar þau einhvern veginn fóru, já ég meina ég gerir ráð fyrir því að Kristrún og Þorgerður Katrín hafi ekki séð fyrir sér að geta starfa með Ásthildur Lóu í ríkisstjórn út af því hún fór heim til manneskjunnar. Ég held að hitt hefði mögulega bara getað einhvern veginn eins og þú varst að tala maður ætlar ekki neitt og þetta bara einhvern veginn manni finnst þetta eitthvað svo petty að vera eitthvað taka á því en að fara heim til manneskjunnar, það held ég að hafi verið gert útslæði sko. Alltaf á mínum bætur sem ég líka. Já, eins og ég segi, ég ætla ekki að fara inn í máli sem að byrja, svona sem að kveikjan að öllum þessum ósköpum. En ég kalla bara eftir því að allir þeir sem eru að vinna fyrir þjóð sína að séu meðvitaður sína ábyrgð í starfi og ef að fólk missir, með aðgerðum sínum missir traust þjóðarinnar til að sinna sínu embætti að þá eru þetta bara ein leið út úr því og þá verður fólk að segja af sér. Ég ætla ekkert að fullyrða það hvort að þetta sé orðið einhver fyrirmyndum það hvernig hvernig verður brugðist við í svipuðum málum í framtíðinni vegna þess að málin eru svo ólík. Hefði Svandís Svavarsdóttir átt að segja af sér þegar hún bannaði hvalveiðar og skilurðu. Þannig að í pólitík eru alltaf að koma upp alls konar mál og ég alveg sannfærð það og hverjum einasta degi alltaf einhver út í samfélaginu sem að þeirra skoðunar að einn eða allir verða að segja af sér. Já. Og málin eru ólík, þau eru misjöfn og hafa vitaskuld misjöfnar afleiðingar.
Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, til að ljúka þessar umræðu, kjörið sér undir, þú þarft að veðja hvort kemur á undan, alþingiskosningar eða landsfundur Sjálfstæðisflokksins. Hvað? Alþingiskosningar eða landsfundur? Landsfundur, eftir 2 ár. Já. Hvort heldur að menn koma undan? Mér finnst ekki þetta ólíklegt að þetta kjörtímabil lifi ekki 4 ár. Þannig að ég ætla að segja kosningar. Já. Af hverju segi ég það? Ég segi það líka bara, ef þú fer í söguna, að þá líkurnar eru bara ekki með þeim í liði. Það hefur bara á lýðveldistímanum einu sinni gerst að svona 3 flokka samstupustjórn hafi lifað af heilt kjörtímabil. Og það var fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Og ég held að við séum öll sammála það að hún kannski lifði líka vegna þess að það kom hér upp risastórt verkefni í fang ríkisstjórnarinnar sem var heimsfaraldur og embættismenn fóru að stýra landinu. Mér að segja, fólk sem komið á þing og jafnvel orðnir ráðherrar. Þannig að ég held að það hafi kannski gefið þeirri ríkisstjórn þennan líftíma að hún lifði, en svo sáum við að seinna kjörtímabilið að þá var það ekki. Þannig að þetta er bara í fyrsta sinn, þannig að ef þú fer í stjórnmálasöguna þá eru líkurnar ekki með þessari ríkisstjórn og ég ætla að fá að vera þar. Þess að það segi ég kosningar. Kosningar, já. Hérna snúum okkur þá að Sjálfstæðisflokknum. Maður heyrir alveg sko að stuðningsraddir, raddir stuðningsmanna Áslaugar Örnu eru kannski ekki alveg búin að jafna sig, maður svona heyrir alls konar raddir. Hvernig hérna þú talar það að þið munið ganga saman eða landsfundi? Ég ætla að leyfa mér að segja að það er ekki alveg þannig ennþá. Hvernig sérðu fyrir að sko, já, ég ætla að leyfa mér að segja bara sætta fylkingar, út af því að þetta eru augljóslega fylkingar. Þú færð þannig að, ég hugsaði með mér sko líka að það hefur 3 þurft að skipta skoðun á landsfundi til þess að það hefði þurft að kjósa aftur. Þetta er eiginlega bara svona minnsti mögulegi munur, þetta er eiginlega með ólíkindum. Hvernig sérðu fyrir að svona, já, taka utan þann hóp sem að vann ekki, ég leiðum bara að tala hreint út? Fyrst og síðast, ég hef aldrei verið í neinni fylkingu. Ég bauð mig fram til formanns Sjálfstæðisflokksins til þess að vera sameinandi afl, til þess að byggja brýr, því að eins og þú nefnir hér að þá eru fylkingar í flokknum. Þú sagði líka fyrir í þessari kosningabaráttu að það væri óumflýjanlega fylkingar sem mynduðust þegar það væru 2 aðilar að etja kappi. Já, og það gerist í kosningabaráttu, óumflýjanlega. Að þá myndast hópur í kringum mig og það myndast hópur í kringum Áslaugu Örnu. Ég finn ekki annað en að langstærsti hluti þeirra sem voru á landsfundi hafi fyllt sér á bak við sinn formann. Það er örugglega einhver hópur sem er ósáttur enn og það er mitt verkefni að ná til þeirra og ég ætla að ítreka það að ég fór ekki framboð sem einhver kyndilberi einhverja annarar fylkingar en nema síður sé. Og ef að þú ert að segja að já, þú ert þá að gefa í skyn núna að það sé einhver fylking þarna úti sem er ósátt við það að ég sé orðin formaður Sjálfstæðisflokksins. Já. Er það fylking sem var eða er það fylking sem var bara til í kringum mótframbjóðanda minn? Ég myndi segja að fylkingin sem var. Myndi ég giska á. Já. En þá ertu komin í vandan sem að við erum búin að vera að glíma við í mjög langan tíma að það séu 2 fylkingar. Við höfum fundið fyrir þetta sérstaklega hér í Reykjavík og ég hef getað, af því að ég bý ekki hér,
að ég hef getað staðið aðeins fyrir utan og hort kannski aðeins á það með meiri fjarlag og ég hef oft sagt það því að við sjálfstæðismenn við þráum að fá meiri hlut í borginni og fá tækifæri aftur til að stýra borginni og til betri vegar, Guð minn almáttugur en ég hef sagt það að meðan að við sjálfstæðismenn erum svona klofin í borginni eins og virðist vera, þá munum við ekki ná neinum landvinningum þar. Þess vegna það mikill prósteinn á nýjan formann að það eru sveitarstjórnarkosningar eftir 14 mánuði að við náðum góðum árangri og þá sérstaklega hér í Reykjavík. Og mér finnst nú bara sjálfstæðismenn sko upptöp hópa þeirra bara afar vandað og frábært fólk. Þannig að það verkefnið að við náum að ganga í betri takti og ég vona svo innilega að það verði raunin og ég vona svo innilega að fólk sem hefur sagt við mig, ég alveg óðbóðslega leið eða leiður á þessum átökum, að það hafi verið að meina það sem að það sagði og svo getur það gerst yfir tíma að fólk fyrir að þrífast á átökum. Að það bara vill einhvern veginn, það sækir í átakalínuna og pólitík þetta átakalína og margir hafa sagt að það hafi alltaf verið fylkingar í sjálfstæðisflokknum og verði alltaf og við verðum bara að sjá til hvernig mér gengur að ná til sjálfstæðismanna þannig að þeir fylki sér á bakvið nýja fórustu. Nú, þá kannski ræðmaðs Reykjavík áður en ég fer í spurningar hlustenda. Núna klókasti stjórnmálamaður Íslandssögunar borgarstjóri vor og ég gerir ráð fyrir því að hún verði borgarstjóraefni Samfylkingarinnar. Telurðu að til þess að takast á við þennan klóka stjórnmálamann að sjálfstæðisflokkurinn þurfi að skipta mannskap í forystu flokksins í borginni fyrir næstu kosningar? Nú ég búin að fara landið í þessari viku og ræða við okkar trúnaða fólki mörgu sveitafélögum og hluti af erindi mínu til þeirra hefur verið að ýta við fólki. Minna fólk á það að koma sveitarstjórnarkosningar hér eftir nokkra mánuði og við þurfum að hefja vinnuna. Og fyrsta vinnan kannski að það að heyri fólki sem að sinna trúnaðarstörfum fyrir sveitafélögin núna, ætla viðkomandi halda áfram eða ætla fólk að hætta. Við þekkjum það og það hefur verið mjög bagalegt á sveitarstjórnarstiginu núna síðustu kosningum að endurnýjun eða brottfall gríðarlega hátt. Það í hverjum sveitarstjórnarkosningum ríflega, milli 60 og 70% endurnýjun fulltrúa og það allt og mikið að mínum mati. Þannig að við vitum það að það verður mikil endurnýjun á öllum listum, hringinn í kringum landi núna og það verður endurnýjun á listanum okkar telja hér í borginni en að því þú ert að tala forystuna að þá verður líklega bara kosið lista eins og við okkur sjálfstæðismönnum með von og vísa og þá munur bara... En hvað finnst þér, skilur, sem formaður? Finnst þér þessi árangur sem búin að nást undanfarið? Hann alveg mikill, það alveg að færa rök fyrir því, en aftur á móti bara flokkurinn með það ásýnd að hann sé óstjórntækur og þannig hort á hlutina og jafnvel Viðreisn tekur nánast undir það með sínum svona því hvernig þau hafa hagað sínum málum. Telur það að heldur þetta sé forystan, heldur þetta sé það hvernig Bjarni var, heldur þetta sé sjálfstæðisflokkurinn hvernig hann á landsvísu, að það einhvern veginn hafi vonda áhrifin í borgina. Hildur Björnsdóttir talaði nú það að Íslandsbankasölumálið hafi haft gríðarlega vonda áhrif. Þetta, þegar þú ert formaður, þú ert að taka erfiðar ákvarðanir, það alveg hægt að segja já, við náttúrulega kjósum og þannig kemur þetta, en sko þú ert líka kannski að vera með einhvers konar hugmyndir það hvert stefnið. Þú ert svo sem að móta stefnuna óháð því hvort það verði kosningar eða það auðvitað verða kosningar, en það hlýtur að verða einhvers konar leiðarstef fyrir kosningar. Þetta eru risakosningar fyrir ykkur næst á sveitarstjórnarstiginu. Þetta eru risakosningar. Þannig að ég velti fyrir mér, hvað finnst þér
það hvað sem þarf að gera. Þú veist, ég veit alveg að vera kosið, en hvert verður leiðarstef flokksins undir þinni forystu þegar að kemur að þessum kosningum? Leiðarstefið verður vitaskuld það að við ætlum að ná árangri. Og við höfum ekki riðið feitum hesti eða, við vorum stærsta afli síðast, en fráfarandi borgarstjóri Einar Þorsteinsson, hann lét nú þau orð falla að það vildi ekki vinna með okkur. Og það er alvarlegt. Og þess vegna, ég var að svara því hér áðan, það verða mannabreitingar. Hverja þær verða? Ég sem formaður flokksins, ég ætla ekki að stíga þannig inn í og ákveða það og stíga inn í hvert og eitt sveitafélag á landinu og skipa fólki fyrir hvernig það á að haga sínu fyrirkomulagi í sinni sveit. Það gerir formaður Sjálfstæðisflokksins ekki. En ég get verið leiðarstef og ég tel að ég tel að við þurfum að endurnýja eitthvað hópin okkar hér í borginni og það munum við sjálfstæðismenn finna út úr. Ég tel líka við sem ég algjöru sóknarfæri núna til þess að ná meiri landvinningum í borginni því að það er bara allt komið hér í hund og kött og ég hef ekki nokkra trú að því að þessi nýju meirihluti sem var myndaður að hann muni ná að koma mörgu í gegn núna þetta ár sem eftir er til kosninga og nýr borgarstjóri, það hafa verið átök viðkomandi bæði í borgarstjórn og svo líka inn í sambandi íslenskra sveitafélaga og borgarstjóri hætti þar formennsku núna fyrir viku síðan eða svo. Þannig að það mun skipta okkur sjálfstæðismenn bara mjög miklu máli að við fáum hæft og öflugt fólk á lista bara hringinn í kringum landið í öllu sveitafélögum og sérstaklega í Reykjavík. En ég ber traust til Hildar Björnsdóttir sem er oddviti lista okkar sjálfstæðismanna hér í Reykjavík. Já, manna þú heldur ekkert að það er eitthvað búin að tala að Gulli muni stíga inn eða einhver búin að ná Áslaugu Örnu líka? Þú telur ekkert að neitt svoleiðis sé í pípunum? Ég hef bara ekki hugmyndu það. Nei, þú ákveði það ekki. Nei, ég ákveði það ekki, en ég heyri að þú vilt að ég ákveði það hér og nú. Nei, en ég geri það auðvitað ekki, en að stýra borginni er gríðarlega krefjandi verkefni og það er spennandi verkefni og ég veit að það eru margir metnaðarfullir einstaklingar innan sjálfstæðismanna sem gætu hugsa sér að spreyta sig á því verkefni. Og við verum bara að sjá til hvernig það þróast. Herru, það var hérna spurning sem að... Var þetta spurning fyrir að hlusta? Nei, reyndar ekki. Nei. Hérna, einn sem spyr, ætlar þú að standa við áformun að skila peningunum sem þið fengið styrki sem að þú taldir vera ranglátir? Sko, nú langar mig að fá að segja að ég fekk þessa spurningu hjá Stefáni Einari undir lok þáttar og núna aftur undir lok þáttar? Já, þar mátti kannski miskila ormin en ég hef sagt það að ef að sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið greitt frá ríkinu eitthvað umfram það sem honum bar, að þá að sjálfsögðu skilu við því. En þetta fyrirkomulag sem var komið á, það er við lýði og meðan það er að þá njótu við styrkja þar eins og aðri stjórnmálaflokkar. Aftur á móti svona í prinsipinu að þá læti ég það bara sem sjálfstæðismaður fara í taugarnar á mér að það séu allir stjórnmálaflokkar einhvern veginn undir skattgreiðendum komnir að mér hugnast betur það fyrirkomulag sem var að hver flokkur ber bara ábyrgð á sér en ég held að þetta hafi breytt svolítið þessu stjórnmálalandslægi og gert alla svolítið latari. Ég held að þetta hafi dregið úr grasrótarstarfi og það finnst mér miður þannig að við allavega finnum í sjálfstæðisflokknum finnum breytingu eftir að þetta fyrirkomulag var sett á þannig að ég ítreka bara ef að flokkurinn hefur fengið eitthvað umfram það sem honum bar að þá skilum við því. Hins vegar ætla ég að leyfa mér að gagnrýna það að Fjársýsla ríkisins að hún sé að greiða pening út úr ríkissjóði ef að fyrirliggjandi gögn liggi ekki fyrir að gögn sem ber að skila til þess að fá greitt eins og í þessu tilfelli af hverju ósköpunum
er verið að leggja fé inn á reikninga ef að fyrirliggjandi gögn liggi ekki fyrir. Þarf ekki Bjarni bara að svara þessu? Jú, eða bara núverandi fjármálaráðherra. Bjarni nú hættur sko. Allir Daði Már verður bara ekki að svara fyrir það. Það er ekki bara hægt að koma og taka upp góðu málin okkar frá fyrra kjörtímabili, þú verður líka að svara fyrir eitthvað sem gerðist í opinberri stofnun og mér finnst það er enginn að fara að greiða mér örorkubætur ef að ég hef ekki lagt fram fullnægjandi örorkumat. Þannig að já, mér finnst svona fyrirkomulagi í kringum þetta hafa verið ekki nógu gott. Það var einn hérna örugglega Diggur, ég veit að hann er Diggur hlustandi sem að vildi fá að vita og ég hef spurt það þessu áður. Verður þú Margaret Thatcher okkar Íslendinga? Ég veit það ekki. Nei. Myndirðu, Hefurðu kynntir Margaret Thatcher? Já. Mér finnst hún frábær. Speglarðu þið í henni hugmyndafræðilega? Já, ég gerir það stundum. Kannski nokkuð oft. En ég verð ekki Margaret Thatcher, ég verð bara Guðrún Hafsteins. Já, en ég meina verður svona ísdrottningin. Eða, nú má ekki segja Hafsteins. Nei, þú verður að segja Hafsteinsdóttir. Hafsteinsdóttir, já. Ég hef nú verið kölluð Guðrún Hafsteins heila alla ævi. Já, ég held að ég má ekki skrifa það eða það. Nei, ég held ekki. Nei, það væri hræðilegt. Það verður hræðilegt, sko. Allavega ekki, sko, sérstaklega ef þú verður forsætisráðherra, sko. Það verður það mjög bagalegt. Já. Halla Tómas, já. Guðrún Hafsteins, já, ég er alveg svona sammála gagnrýni einhverju leiti, þó sem mér finnst þetta að vera svolítið svona einhvað smámál, sko. En hérna var einn sem spurði með PISA-kannanir, ef að það er komað til með að halda áfram að verða mjög lakar, telur að við þurfum að ýta, skólakerfinu í átt að auknum svona einkarekstri. Sko, ég vil náttúrulega sjá svona vindafrelsis leikum samfélagið á mörgum sviðum og við erum með einkarekstur í menntakerfinu, við erum með hjallastefnuna og við höfum verið með bæði skóla á framhaldsskólastiginu og sömuleiðis grunnskólastiginu. Ég hef alltaf verið mikið talskona þess að ég vil sjá einkarekstur við hlið opinbers reksturs og ég sé mikil tækifæri í að við getum leyst mörg vandamál sem eru inn í til dæmis heilbrigðiskerfinu með þeim hætti og að því þar er vandi sem að er svona, ég ætla ekki að segja, óyfirstíganlegur en nánast og ef að skólakerfið okkar er einhvern veginn þannig að fólk ber ekki lengur trausti þess að þá held ég að það muni bara spretta upp, þá mun fólk leita bara annarra lausna og það gæti verið í formi einkarekstrar. Og telur það þessi lausn? Sko, nú var ég formaður samtaka iðnaðarins í mörg ár og var einnig í stjórn samtaka atvinnulífsins og samtaka iðnaðarins og samtaka atvinnulífsins koma því að stofna Háskóla Reykjavíkur. Það var gagnrýnt á sínum tíma og var mikill ótti frá sérstaklega Háskóla Íslands að þegar að Háskóli Reykjavíkur myndi hefja starfsemi að hann myndi soga til sín mannauð og þekkingu og draga þar með úr krafti Háskóla Íslands. Hvað gerðist, Tóti? Það gerðist akkurat hið gagnstæða. Háskóli Íslands fór upp á tærnar, fór að bjóða upp á nýjar námsgreinar, endur skilgreindi í mörgum deildum svona kennslu aðferði sínar og fór að elta HR. Þannig að ég tel að með tilkomi Háskóla Reykjavíkur það hafi verið eitt af besta sem gat komið fyrir Háskóla Íslands. Þannig að við eigum ekki að vera hrædd við það þó að vegna þess að þegar að eins og í þessu tilfelli einkaframtaki kom þannig inn með nýjan skóla að þá jókst fjölbreytnin, valmöguleikar fólks jukust og einnig starfsumhverfi breytist þannig að ég held að það hefði verið spennandi fyrir marga fræðimenn eða prófessora og vísindamenn að koma aftur til Íslands, fólk sem að var að starfa erlendis
en gat einhvern veginn ekki hugsa sér að koma inn í staðla form Háskóla Íslands, en það kom og tók þátt í uppbyggingu á Háskóla Reykjavíkur. Þannig að ég held við getum hort til þessa dæmis á mörgum öðrum sviðum í menntakerfinu að það geti orðið til góðs. Orðið til góðs, það ágætis lokaorð. Ég er bara búið. Já, það tíminn flaug maður. Og þú ert að vera að mæta fund, annars værum við örugglega henni allan dag. Þetta var frábært. Takk æðislega fyrir að koma og þangað til næst. Takk fyrir, kærlega, gaman að koma.